Sælöldsamöl og verið velkomin í Tvo kalla númer 36. Hjá mér situr ekki Þorsteinn Vaff Einarsson en ég heiti Haukur Bragason og hjá mér situr Gísli Björgvin Gíslason, nei. Jú, rétt hjá þér. Já, einmitt. Gísli Björgvin Frans Gíslason. Fyndi þú skulle segja þetta, því að ef þú googlar nafnum mitt, þá kemur yfirleitt Björgvin Frans Gíslason. Kemur ekki þú. En þetta er sem sagt fyrsti útkallin okkar. Og útkall eru þættir sem að virka þannig að ef að annarkvort ég eða Þorsteinn komast bara ekki, þá skiptum við bara út kallinum og fáum og sérst köllum út annan í staðinn. Og það er það sem við erum að gera núna. Þannig að þú fær þann heiður, Gísli Björgvin, að vera fyrsti útkall tveggja kalla. Takk fyrir það. Og ertu velkomin. Takk. Og þá kannski Gleðilegt nýtt ár. Sem leiðisvinnur. Þá kannski bara fyrsta spurning fyrir hlustendur. Hver í óskapinu ert þú? Hver er ég? Ég er Gísli Björgvin Gíslason og er þetta var svona þessi atvinnuvittari. Já. Er 35 ára gamall akureyringur sem á, eins og kannski hefur komið fram í þessum þáttum áður, búsettur á Tenerife. Já. Og er þegar þú ert að hlusta komin aftur heim til Tenerife. Já. Þannig að við erum að ferðast í tíma og rúmi. Já, þú ert alltaf gaman að því. Já, ég meist það mjög skemmtilegt. Og þú ert svona, hvað að segja, þú ert svolítið svona það fyrir tvo kalla sem að ég var fyrir hjónvarpið sem var á hétt, sem var podcast sem að Steini og Hulda, konan hans, voru saman með. Já, svona óumbeðin. Eða réttar að sagt sem að Hulda og Steini, maðurinn hennar, var með. Já. Og áttu þá við að ég sé svona óumbeðin gaggrínandi? Já, það er svona bara, áhorfandi, hlustandi sem lætur í sér heyra. Já, ég fíla það. Það mættu fleiri gera það. Mættu gera það, ég helst ekki. Ég er bara alltaf að svara ykkur helvítis post. Nei, endilega, bara ef þið viljið. Og og svo bara ert þú komin í hingað og nú bara vesen. Já. En þú ert að koma ekki að fyrsta skipti. Já. Það er alls ekki komið áður í neitt annan þátt. Nei, og ég bað sko að það er tekið upp svolítið svona seint kvöld, helst nótt. Já. Svona þannig að þetta væri svona alvöru. Emmitt. Alvöru hvað? Af því að þið er alltaf að taka upp í meðanótt. Er það ekki? Það hefur komið fyrir. Já. Það hefur komið fyrir og þá verða þættinir líka oft svolítið langir. Já. Það maður er ekki að fara neitt, nema kannski bara að sofa. Já. Og ég ger nú ekki mikið af því eins og kom fram í ekki á nóttunni allavega. Nei, mitt. Ég var svona að spurði hvort ég ætlaði að vera með eitthvað áramótaheit og ég bara, nei, þetta er búin að gefast upp. Já, á áramótaheitunum þá. Nei, bara á því að kunna sofa og eitthvað, þetta verður aldrei betra en það er held ég. Bara er á meðan er og svo bara deyr maður öndanum. Já. Og þá er þetta búið. Já. Eða hvað? Takk fyrir þáttinn í dag. Eða hvað? Styrsti þáttur tökja kalla. En við ætlum að hafa þetta bara nú er ég með hljóðnum annars ég er að gera þessi Þorsteinn gerir, það fyrir alltaf að tala um eitthvað sem fólki sér ekki. En ég er með hljóðnum annars Þorsteinn og ég sit í hans sæti svona fyrir þau sem er ekki ofta að horfa á okkur. Já. Og ég er á takkaborðinu og ég bara veit ekki alveg hvað hann veist þetta sko. Nei, en ég er búin að færa hérna púðan sem hann notar, hann er alltaf með svona gíktapúða hérna útrúlega óþægilegur, ég er búin að færa hann og ég held að við séum bara nokkuð góðið núna. Já, ég er ánægð með lýsinguna. Lýsingin er, þessa lýsingu kalla ég fjólublátt stál og ég var lengi að vinna í henni, allt að 40 sekundur að setja þetta allt saman upp og ég er bara svona 40% viss að við séum að taka upp myndband eins og það sé hreinu, en ég er alveg svona ég er yfir 90% viss að við séum að taka upp hljóð skrá. Það er allavega sko það er svona klukka að telja upp. Já, þetta er lofa rosa góðu sko.
og við erum búin að vera að bladra í 5 mínútur. Já, það minnist hvort í tækinu Já, og allt sko. ok. Þannig að ef að ég er á leiðin í vinnuna á mánudaginn Já, og er að hlusta á sjálfan mig, já, þá tókst þetta. já, mjög líklega Já. sko. Heldur að það verið samt ekki svolítið skrítið? Jú. Mjög Þetta er svona ritual hjá þér, að hlusta á leiðin í vinnuna á mánudöfum og klára hann leiðin heim, er það ekki? Jú. Það, Já, svona miða við hljóðbrotin, stundum. hljóðgaggrínuna sem við fáum, þá er það svolítið þannig. Mér finnst ég hljóma svolítið eins og psykopat. Já. En já, nei, það er alltaf leið. Já. Kannski er ég það bara. Það má alveg. Hérna, eigum við að vinda okkur bara í, já, ég ætla að segja, við ætlum að hafa þetta bara nákvæmlega svo vennilega þátt. Já. Við erum bara að fara í eitthvað dagsins og við erum bara að fara í, hérna, Trúnó og við Já. erum að fara í hlustanda og ég vil bara hlustendur láti bara eins og ekkert af í skorist. Bara eins og þú sért Steini og ég sé þú. Já, bara eins og fólk vill, Já. sko. Og hérna bara allt sem að fólki líði vel með. En Það er eitt sem er svona, sem er að detti í hug núna. já, Hvað ef að fólki finnst þetta bara miklu betra? sko, ég kynnti þessa hugmynd fyrir Þorsteini fyrir Já. svona 4 mánuðum. Já, Bara eitthvað, en eða einhvern tímann, þú veist, kemur upp einhvern tímann að annar okkar mun bara ekkert komast. En hvað segir þá um þessa pælingu? Og það fyrsta sem hann sagði var bara eitthvað, það væri heldur slemmt ef að fólki finnist það bara betra með einhverjum öðrum kalli. Ég bara, já, ég verið hvað, já. er það, já. Er Það verra kemur eða? bara, það kemur bara í ljós. Það kannski erum við bara að taka upp besta þátt tveikja kalla allra tíma, Já. ég veit það ekki. Þáttur 36, síðasti þátturinn. Já, við skellum okkur í eitthvað. Þetta hefði getað tekist betur hjá mér. Já, ég held að þetta sé ekki, ég held Við að, ætlum að prófa þetta ef aftur. það gerir aftur. Kött. Við skellum okkur bara í eitthvað. Nei. Takk fyrir það. Herðu, eitthvað dagsins er svona, það kemur svolítið ljósum hvað eitthvað dagsins er. Ok, Ég ætla að byrja þetta eins og, já, erum við að fara í ferðalag? við erum að fara í ferðalag. Ok, Ég ætla að byrja þetta á eins og mörg, hvað ég segja, margar góðar svona leksíur eða svona, já, ráð. Ég ætla að byrja þetta á dæmisögu. ok, Og dæmisagan fjallar um 2 menn. Annar þeirra er ég og hinn þeirra er gamall kall sem Ok. ég veit ekki hvað heitir. nei, Og við erum stödd á árinu svona 2003 ok, og ég er ungur námsmaður já, og hérna ég er sko já, ég er mjög síðherður verið að reyna safna skeggi, ég har ekki alveg komið í neitt af viti og hérna mikill svona, mikið þungarokks útlit og ég keyrði á bíl sem að var svartur Mitsubishi Colt árgerð 1987 og hann gekk undir nafninu Svartidauði að sjálfsögðu. og hann var sko svona hvað sé, já, hann var tölvert nær öskuhaugunum en bílaðumbúðinu sem hann var einu sinni Ok, í, Já. þegar hann var nýr ok, tölvert nær og ég var ekki með mikið á milli handana á þessum tíma og hérna mér vantaði rúðpiss og hérna ég kem við á bensínstöð og ég tala við sem sagt hinn aðilann í dæmisögunni. Það kemur hann gamall maður örugglega bara mun nær öskuhaugunum en en umbúðinu. umbúðinu sem að einhver keypti hann einu sinni í Ok,
og ég segi við hann er sérst það sem er kallað bensíntittur, sem er kannski svolítið niðurlegandi fyrir menn sem eru svona kannski á svona seinasta starfsárinu sinu eða komin yfir það jáfnvel að hann var svona bensíntittur. Var hann sérst að vinna við það að dæla bensíni? Já, og svona starfsmaður bensínstöðarinnar. Ég nefnilega þekkti einu sinni mann á besta aldri sem vann við þetta og hann sagðist alltaf vera slöngutemjari. Það er enda svolítið og ég segi við hennar mann, mér vantar rúðupiss og alveg tómt sko og ég held einhvern veginn svona, ég ætlaði bara að gera þetta sjálfur, mér myndi að maður borgaði fyrir ef einhver annar var að gera þetta og var eitthvað svona að spyrja, þú veist, græði þetta ekki bara sjálfur, geti ekki bara samverka fá bara eitt svona brúsa og þá segir hann, sko það er sko langbest fyrir þig að gera það sem ég ger alltaf og það er að því að það er að koma sumar og það er, þú ert ekki að pæla í frosti að setja bara, þú setur bara vatn og sápu. Þú þarft ekki rúðupiss nema bara yfir vetratíman af því að það er frostþolið. Og ég er svona eitthvað, já, ok já, og ég fann svona eitthvað að pæla, þú veist, er hann að segja mér þetta af því hann heldur ég eigi ekki 500 kall, þú veist, þetta var 500 kall á þessum tíma, sko. Og er eitthvað svona hann fannst eitthvað pínu óþægilegt og var eitthvað svona að pæla bara, já, þú veist, er ekki bara miklu einfaldara samt að vera bara með rúðupiss, þú veist, þetta er ekki bara að setja mig á hausinn að kaupa rúðupiss, þú veist, ég bara en samt, þú veist, ég var bara eitthvað ég náttúrulega hef farið í gennum þetta tímabili bara eins og ég allt fólk, að, þú veist, bara ég þurfti bara að borða núðlur, þú veist, síðustu vikuna á mánuðinum af því að það var bara vesen, en ég svona, 1% rúðupissi, það var ekki að fara að drepa mér, fannst mér, en svona ég þorði einhvern veginn ekki annað en að vera bara eitthvað að því að hann var svo ánægð með þessa ráðleggingu sína þorði eiginlega ekki að vera bara eitthvað, nei, herru, ég bara vil ekki þessa hugmyndina, ég vil bara fá rúðupiss ég þorði því ekki, þannig ég tók bara þakka á hann fyrir og hann hendi vatni á rúðupiss hann gerði þetta fyrir? Tankinn, já, hann bara sína mér þetta eitthvað og rukkaði mig ekki neitt og sápu úti og svo bara takk fyrir bless og ég bara, já, ok, takk bara, hafðu það gott svo náttúrulega nota maður rosalega lítið rúðupiss yfir sumartíman og þetta svona hálfpartinn gleymdist hálfpartinn vissi ég ekki hvernig ég ætti að ná vatninu út úr kerfinu til þess að setja rúðupiss fyrir veturinn átti ég þá bara að liggja bara og pumpa öllu út, bara einhver pump út bara 4 lítrum af sápublönduðu vatni eða gæti ég bara sett hitt úti og þá kannski er það ekki jafnfrostþolið og ég svona eins og gengur gerist, ég humma þetta bara svona svolítið fram að mér og svo lendi ég í skemmdum af því að þetta fraus það er það sem vatn gerir í frosti og eyðilagði eitthvað kerfi eitthvað og það var svona það var svona eitt skref af kannski aðeins fleirum sem að færði svartadauða loksins yfir línuna og á haugana eitt reyndar mjög gott sem tengist ekki dæmisögunni er að en tengist svartadauða bifreiðinni er að ég var einu sinni var að keyra og ég var rauðu ljósi og ég var ógeðslega þreyttur sennilega því ég hef ekki sofið mikið og ég var að teygja mig og ég svona ítti mér svona aftur í sætið og þá gaf sætið sig ég sem sagt var í sitjandi stöðu og svo kom bara eitthvað svona kloing og ég ranka bara við mér og er að horfa upp í þakið á bílnum þá hafði sem sagt það eru sem sagt fólk kannski veit þetta en sem sagt sætið er yfirleitt fast við bílinn það er mjög mikilvægt sko að það sé ekki laust í bílnum og það er fast með svona 4 boltum eða hvað sem að nota það kom í ljós þegar ég var að skoða þetta að fremri 2 höfðu mjög líklega ryðgaði sundur nokkru árum áður þeir voru eiginlega bara ekki til staðar lengur en hinir höfðu bara gefið sig bara það hafði að þetta var að ryðga og eitthvað það er bara brotnað, bara akkurat þarna þannig að betur fyrir var ég ekki keyrandi heldur var ég stopparöðu ljósi en voru og bara klonk og svo ligg ég bara í aftursætinu og samt með fætuna upp í loftið samt, og svolítið svona fastur svona eins og skjaldbaka bara eitthvað
og náði svona einhvern veginn að íta mér í loftið og tók í stýrið til þess að beigja þetta aðeins tilbaka, þú veist, það var eitt sem hékk svona saman og þannig gæti komið mér svona út í vegkant, skilur. Þetta fór allt sætið, ekki bara bakið? Nei, allt sætið fór. Ok. Þannig að þú ert bara með svona vinkil sem síðan bara gefur sig Já. og svo er sætið bara ennþá í vinkil nema ég með hnén upp í loftið. Og hérna, frábær bíl, en öllu öðru leyti og hérna, ég man ennþá að það var svo ótrúlega gott að keyra hann bíl. Ég er svona saknar svolítið. Já. En allavega, eftir að dæmisögunni, þarna var sem sagt góðhjartaður gamall maður að gefa mér ráð. Já. Af því að þetta var ráð sem að hentaði honum. Já. Hann var vanur að gera þetta og hann greinilega bara notaði mjög mikið rúðupiss yfir sumarið eða fannst ekkert mála að pumpa út 4 lítrum af sápablönduðu vatni þegar það var að fara að hausta, skilurðu. Já. Ég veit það ekki. En fyrir mig þá hentaði þetta ráð mjög illa. Já. Og var í rauninni það sem er kallað bjarnagreiði. Já. Og veistu, þú veist náttúrulega uppruna þess orðatildekis. Nei. Það var sem sagt rússneskur sirkus starfsmæður sem var með bjarnatemmeri og það var sem sagt fluga ángrann og hann sem sagt var alltaf að slá fluguna frá og björnin vildi hjálpa honum og sló sem sagt fluguna frá en drap hann í leiðinni. Ég skil. Og en ég dónu ekki hvorki út af rúðpissunum ég út af sætinu sem gaf sig. Já. En bílinn dó og blessu sér minning hans. Ekki út af rúðupissinu? Nei, en það var samt svona, þú veist, á svona skrjóði, sko, þá var viðgerðar kostnaðurinn út af einhverju svona dæmi. Já. Hann var kannski svolítið svona hlutfarslega hár með virði bílsins, þannig að, og svo var annað svona farið að bögga og hann var bara búinn. Já, ég vantaði dekk og svona. Já, það var eitthvað lítið af bíl eftir í þessum bíl. Það var svolítið þannig. En já, þetta var sérst sagan rúðupissi sem fraus. Já. Og ég er að fara núna út í eitthvað sem er svona mjög lítið fræðilegt og er kannski meira svona, bara, þú veist, þetta tengist svona atriði sem ég er svolítið verið að hugsa undanfarið. Okay. Og þá allt í einu mundi eftir þessari sögu. Og það atriði er að sko, að þegar maður gefur öðrum ráð þá er maður, held ég svona, ok, kannski er þetta bara ég en ég tala þetta svona svolítið út frá mér maður er svolítið svona að hugsa það út frá því sko, hvað er gott fyrir mig. Já. Þetta hefur reynst mér mjög vel og þá hlýtur það að reynast þér vel. Já. Og það er hugsunarvilla að mínum mati af því að ég held að það sem maður ætti að hugsa áður en maður hugsar hvað reyndist mér vel þá maður að hugsa hvað ætli myndi reynast þér vel þeim sem er að gefa ráðið af því að þetta tvennt fer held ég bara sjaldan saman. Já. Og þetta er eitthvað sem að sumar starfstéttir eru potið búin að átta sig á ég meina, þú veist, sálfræðingar það væri rosa lélegur sálfræðingur en það myndi alltaf bara segja að það er best fyrir þig að gera þetta það var best fyrir mig. En sko ég held að svona, já, almennt held ég að fólki hætti svolítið til að hugsa þetta svona. Já. Og við getum sett þetta í svona mismunandi búning, sko. Við getum hugsað, sko, eins og í þessu tilfelli, þá erum við með mann sem er, já, mjög fjarri mér í aldri og er örugglega töluvert meiri bílakall en ég. Já. Kann meira á svona hluti en ég. Hún notar meira rúðupiss en þú? Notar rosalega mikið rúðupiss greinilega, alveg bara sprullar því út bara yfir allt sumarið, þannig að 6 lítrum á Pærónu sinum, ég reikna með hann eigi Pæró og hann er líklega dáinn núna en maðurinn og líka Pærón en ég sko líka að bæla sko þetta getur líka tengst sko mismunandi stöðu fólks, bara stétt þetta getur tengst kyni, þú veist við sem einhverjir forréttindablindir kallar við kannski segjum við konur, þú veist, akkur prófar þetta ekki bara, þú veist, það er ekki fyrir mig og það er, í mörgum tilfellum er það bara alveg ómögulegt, af því að í fyrsta lagi þá myndi það aldrei henta
konunni að því að hún lifir ekki sama heimi og Einmitt. við og hérna og svona ýmislegt annað og hérna nú er ég alveg að vera búin og þú mátt fara að tæta þetta í þig en sko að sko, já, ekki gefa ráð sem gagnaðist þér nema þú sért vissum að það ráð gagnist þeim sem þú ert að gefa ráðið. Þú veist, gefi frekar ráð sem gagnast þeim sem þið eru að ráðleggja og reynum að átt okkur á því hvað gagnast ekki viðkomandi eða er ólíklegt til þess að gagnast viðkomandi. Af því ég held að það sé svolítið fast í okkur að gefa ráðin sem að gögnuðust manni og þetta var ort til forna Kvæði? í Hávamálum Ok. af því að þar segir sá sæll sjálfur á lof og vit meðan lifir því að ill ráð hefur maður oft þegið annars brjóstum úr og að maður skuli gefa átt að segja á þessu fyrr eða búið að fjalla þetta í okkar menningararfi okkar helgasta riti einu eða okkar helgastu ritum sko. Þarna já, maður hefur oft þegið sko illa ráð annars brjóstum úr, mér finnst það svolítið gott Já. En hvað segirðu? Var ég að vekja þig til einhverjar hughrifar? Já, ég fór svona að spá sko að því að nú erum við báðir feður og það er oft talað um svona að brjóta keðjuna sko Já. að nú veist, maður hugsar oft sko að þú veist, svona var þetta og ég man meiri sér sjálfur sko eins og til dæmis amma sagði alltaf við mig sko að því ég ólst upp á Akureyri að ef ég nefndi ekki að labba eitthvað og var að biðja um að láta skutla mér eitthvað þá sagði amma alltaf sko, þú veist, þegar við vorum ung þá löbbuðu við bara upp í fjall og til að fara á skíði það var ekkert verið að skutla okkur sko sem ég fannst náttúrulega fáránlegt og hún var eitthvað að líkja saman þú veist, þegar hún var alast upp og þegar ég var alast upp Já, þegar heimurinn og svarthvítur og Já, og svo er maður bara ekkert skárri sjálfur sko Nei Þú veist, maður er alltaf að gefa börnunum sínum einhver alls konar ráð eða veistu hvert ég er að fara með þetta? Já, ég er alltaf að því að núna á ég ungling sko, Já. þú veist bara nánast fullanda konu, hún er bara, já, vá, á þessu ári verður hún fullanda, Já. hún verður 18 ári Já. og stundum er ég eitthvað svona, þú veist, ég pyrraður á henni að því að þú veist, hún er að gera eitthvað akkur, blá, svo byrja ég og svo bara því ég er að vera búinn, þá fatta ég bara þetta samtali við átt áður Já. en þá er ég hinum einum Já, einmitt Er þetta bara eitthvað svona, er þetta bara alltaf svona? Ég veit það ekki, ég vona ekki sko Nei. Er það ekki þetta svolítið svona kannski meira út í kannski svona alvarlegri mál sko en er ekki þetta sem ég verið að tala með svona brjóta keðjuna? Jú, ég pæli stundum í svona hlutum með líka sko þú veist, áskrifundur Morgunblaðsins Já. Eru þeir að deyja út? Eða kemur ný kynslóð af þeim sem eru að vera 70 og eru bara, nú ætla ég ekki að áskrifenda Morgunblaðið kjósendur Sjálfstæðisflokksins Þetta er alltaf, þú veist í svona skoðanakönnunum þetta er alltaf svona hár aldur þarna. Eða það er að segja það er stórt hlutfall af hæstu aldursstikunum sem kjósa Sjálfstæðisflokkin og þá hugsa maður, ok, er hann þá ekki þá bara að fara að minnka að sjálfu sér? Nei, svo eldist þjóð Já, svo eldist þjóðin og það er áfram alltaf þessir, þú veist að núna reyndar yngst kjósendurinn en já, þú veist, maður veit ekki með þessa keðju sko en ég Já, þetta er áhugavert sko ég held að ég held að þetta sé sérstaklega rétt hjá þér með sko svona kalla að ráðleggja konum eitthvað Já að við erum alltaf duglegir því að ráðleggja út frá okkar reynsluheimi hvað hefur hendað okkur vel en það er yfirleitt ekkert þannig eins og eldhús til dæmis í gamla daga og örugglega ennþá þau voru sko hönnuð eftir í hvað kallmenn voru hávaxnir þú veist, hæðin á eldhúsbekkjum og vinnuaðstöðu í eldhúsum það var út frá meðalhæð kallmanns sem að komu svo aldrei inn í eldhúsið og stígu aldrei inn í eldhúsið og notuðu aldrei eldhúsbekkin eða eldavélina og hafði það þá slæm áhrif á hvernig konur
beittu sér? Þú veist, það er að vinna upp fyrir sig? Væntanlega. Já, ok. Ég held að hljóta að vera. Já. Einmitt. Ég hefði helst vilja, þú veist, í þau fáu skipti sem ég er að reyna að gera eitthvað að viti í eldhúsinu, sko, þá myndi ég helst vilja að vera með svona lítinn svona stall Til að vera herri? til þess að vera að vinna í meiri hæð, af því mér finnst ég var svo langt niður, sko. Já, en er það ekki að því þú ert svo hávaksin? Jú. Þá vil ég öfugt skammir, sko. Já, þú vilt hækka, Ég vil hækka borðið. Ég skil ekki þig. Það myndi vera svona upphækkað borð sem ég get fært svona svona. En þú gæti svona líka sko fengið svona skurð inn í bara í eldhúsgólfi, sko. Já, sem ég get fært niður þegar ég er þar. Já. Einmitt. Það er endar gæti verið dýrari pæling, sko. Lækkar lofti og nágrann. Nú er haukur að elda. Haukur að brúna kartöflur fyrir jólin. Típískur haukur. Já, en hvað segir þið? Það farið trúnó eða? Það? Já, hvernig líður með það? Ég líður bara ábúlega vefulega. Ábúlega? Trúnó dagsins, það kemur í þinn hlut. Já, ég er búin að vera til lengi að hugsa málið, sko. Ég var eiginlega næstíð búin að skipta skoðun á hann. Ok. Og ég er eiginlega ekki ennþá búin að ákveða hvað trúnó dagsins verður. Já, þú ert on Er point það með svoleiðis? okkur. Svona er þetta hjá okkur, sko. Alltaf, sko, það er léttara að sjá trúnó dagsins, finnst mér. Og ég hef alveg nokkru sinnum komið í þáttinn og þá hef ég greinlega verið að hugsa daginn áður bara, nei, ég þarf ekki að undirbúa mig, ég er með eitthvað ég er með hérna í listanum hérna og þú veist, ég lendi í þessu sjálfur og ég get sagt frá þessu, það er ekkert mál. Og svo bara svona, og þá þarf ég að fara að kíkja í símann og finna eitthvað á listanum. En nú er listinn bara tómur. Ég er búin að vinna upp list. Ég frétti það, sko. Ég þarf að fara að leggja höfuð í bleyti. Já, nýtt ár, nýr listi. Ég er náttúrulega búin að tellja upp allt sem mögulega er að mér. Já. Það er kannski einhver sálfræðingur sem getur aðstoðað. Mér vantar með lista einhverju til að deila með. Getum við tekið saman svona allt sem er að mér og allt slemt sem ég hef lent í. Já. Það getur nú skemmtilegt. Það er möguleiki. Nei, ég er að hugsa að segja þér að því að sko, eins og hefur nú kannski áður komið fram í þessum þætti, þá erum við að hittast núna, ég og þú, hvað í annað skipti. Ég fekk að koma heimsóktiðinn í 5 mínútur annað fyrir jól. Annars hefur við bara verið í samskiptum svona á internetinu. Já. Ekki á yrkinu en svona næsta bæ við. Já. Nútíma yrkinu. Og bara frá hvað? Október? Já, eitthvað laus. Cirka. 3 mánuður? Október, ég veit ekki. Ég nenni ekki að skrolla upp í tjátinu. Það er eitthvað laus, cirka. Já. Þannig þú veist ekki mig, sko. Ekki neitt. Ekki nema Steini sig að hún var að skúpa. Ég veit lítið þig. Ég veit eitthvað smá. Já. Og hvað viltu? Ég ætlaði að segja þér, sko, að ég er búin að vera í, hvað ætlis ekki komin, 3 ár í stjórn félagasamtaka sem að heita Samtök áhrif umhverfis og heilsu. Já. Og eru orðið núna búin að vera í 2 ár undirfélag að ÖBI. Samtök áhrif umhverfis á heilsu. Umhverfis á heilsu, ok. Og þetta forsaga þess að ég gekk í stjórn þessara samtaka er að við fjölskyldan, þá voru við bara 3, ég og kona mín og eldri dóttir mín. Við veiktumst vegna myglu. Yngri dóttirinn kom seinna. Hún kom seinna, já. Hún kom hana nokkrum árum seinna. Já, út af því. Já, en við veiktumst vegna myglu. Heima hjá okkur. Okay. Og kona mér reyndar hefur sko veikst vegna myglu í vinnunni áður og var líka veik vegna myglu í vinnu á þessum tíma. Og þannig að bara til að gera langa sögu stutta, og ég hef ekki mikið talað um þetta. Ekki einu sinni við sko bara mína nánustu fjölskyldi. Þau viti svona nokkuð hvað gerðist, en ég hef ekkert rætt þetta neitt rosalega mikið við þau. Okay. En við rauninni sko fyrir rest bara förguðum aðlegunni. Nei? Jú. Var bara þá komið eitthvað ógeð í allt saman? Já, sko, ef ég fyrir aðeins út í sko fræðilega partinn, þá er myglaði náttúrulega bara sveppur. Já. Og sveppir eins og annað í lífríkinu þarf að fjölga sér og framleiðir gró.
og fólk heldur rosalega oft að það sé það sem að gera fólk veikt Ok. og það getur alveg gert fólk veikt við segjum stundum heppin að kona mín er með ofnæmi fyrir myglu þá er hún með ofnæmi fyrir henni myglu gróum og myglu sveppi það er ekkert rosalega algengt að það greinist sem þetta sjálft ofnæmið og ástæðan fyrir að segja heppin er að því að þá er hún allavega til einhvers staðar í heilbrigðiskerfinu sem einhver svona skilgreining það er hægt að setja einhvern stimpil ofnæmi fyrir myglusvepp Ok. en það sem mygla er líka og sko tek fram, ekkert öll mygla en svona mygla sem að vex í húsum sérstaklega er eitraðsveppur og framleiðir sveppaeitur sem að heitir á ensku mykotoxín og það er það sem að er í rauninni að gera fólk veikt og það sem er í rauninni stærsti orsakaþátturinn er það er líka tímafaktor og eins og það er að þú kannski með miklu bæði í vinnu og heima hjá þér þá ertu í rauninni að ef þú getur þetta er myndlíking sem er mjög oft notuð í þessu sambandi ef þú ímyndaðir bara líka með henn sem glas og þú getur fyllt það glas af alls konar eiturefnum þegar að glasið eru fullt þá fyrir að flæða upp úr og þá ferðu að veikjast finna fyrir alls konar engin úr svona Ok. Og þessi mykotoxín þetta sveppaeitur það er mjög erfitt að losna við það og það er ástæðan fyrir því að sumt fólk endar á því bara að farga aleiðunni af því að það bara er, þú veist, það er bara gott sem ómögulegt að til dæmis þrífa það er rosalega misjant sumt fólk Við erum að tala um bara húsgögn Já. öll fötin ykkar Já. Í alvörunni? Já. Og hvað erum við að meira? Bara svo ég átti með þessu skópinu, þú veist, hvað telda þessu upp með mér hérna? bara allt saman Bara allt sem þú átt? Já. Ekki, þú veist, það eru þú hlýtur að skilja eitthvað eftir? eitthvað pínulítið Fjölskyldu albúm, pínulítið ég giftingarhingurinn ég var ekki giftur á þessum tíma Þið gerðu það seinna? við gerum það sinna fjölskyldumyndirnar það er bara skannað ég Og hendur þeim? Já. Nei! jú, við reyndar að skoða þær töluvert oftar eftir það en það er raunin svo Ok. og já, bara í raunin allt það er eitthvað smá sem er ennþá í geymslu Basically bara eins og það kviknaði í húsinu þínu? basically, Já. nema það er ekkert tryggingafélag eða ekkert sem að Einmitt. grípur þig Einmitt. og hvað ætlaði ég að segja já, það er smákassi sem er í geymslu út í bæ sem að er með einhverju smáttir í skartgripum sem að við tímdum ekki að henda þeir eru líka úr sko, þú veist svona já, það getur verið auðvitað að þrífa og matarstelli sem að foreldrar mínir fengu í brúðkaupsgjöf og voru búin að gefa okkur þannig að það er ennþá í geymslengstaður og þú veist við erum búin að þrífa það svona en þú veist vonin er svo að þú veist með tímanum þá munum við kannski geta notað þetta einhvern tímann aftur þegar þú veist ef við tölum aftur um eiturefnaglasið að það sé aðeins búið að lækka í því og svona. Hvernig gerist það? Er það bara tími? Það er tími, já, það er ekkert sem að ok, ég ætla ekki að alhafa, það er rosalega lítið sem að heilbrigðiskerfið getur gert eða kann að gera þetta er eitthvað svona sem að þarf svolítið að skoða og tækla meira svona heildrænt til dæmis með mataræði og bara hugsa um umhverfið í kringum sig og það var eiginlega það sem ég ætlaði svona kannski meira að koma inn á það er bara þú veist að hugsa um eiturefnin sem eru í kringum okkur í okkar daglega lífi og það til dæmis sem að við höfum ekki komið nálægt síðan þetta gerðist það er alls konar svona ilmefni Ég er búin að stríða það svolítið á því Þú ert aðeins búin að stríða mér á því, já Ég skal ekki gera það núna Helvítis ilmkerti djúfullin Nei, má ég blóta í þetta? Já Hann hérna, tæknimaðurinn okkar sér að klippa þetta út Ok, flott Já, og það er þú veist já, ekki nota nein ilmefni og fyrirlít ilmstangir og þess aftar En nú, þetta tengist miklun alltaf ekki neitt Þetta tengist miklu ekki neitt Þetta er eitthvað allt annað en þetta tengist á þann hátt að það eru eiturefni í ilmefnum sem að hafa
sambærileg og svipu áhrif á líkamann. Já. Og er það sko, að því þú segir á hann sko, kona þín er með ofnæmi fyrir myglusvepp. Já. Bara staðfest ofnæmi fyrir því. Já. Gerum ráð fyrir að ég sé ekki með það ofnæmi. Já. Ég get samt alveg orðið fyrir áhrifum myglu. Já. Hvað er það sem er á 100%. áhrif á mig? Það er þá frekar sko ekki gróin, þú veist, líkaminn er ekki að sýna ofnæmisviðbrögð, Okay. hann er frekar að sýna sko eitrunarviðbrögð. Okay. Og það eru til nokkri svona kóðar í þessu kerfi sem ég man ekki hvað heitir, sem að læknar nota með einhverjum svona kóðum. Það heitir alltaf eitthvað svona Svona ofnæmisvakar einhverju? Nei, svona greiningarkóðar. Já, ok. Já. Það eru til svona nokkrar greiningar og þú veist, einn kóðin var sko fundin upp eftir held ég stríð í Japan þar sem að hermenn urðu útsettir fyrir einhverju svona efnaofnum. Það er sami kóði og hefur stundum verið notaður á fólk sem að veikist svona. Áhugavert. Já, áhugavert. Og svo erum við að tala um núna ilm drastlið. Já. Og er það líka, það sem ég ætlaði að fara með spurningunni, er það líka mismunandi eftir fólki og ofnæmum eða viltu meina að efni í ilmstöngum hafi slæm áhrif á allt fólk? Ég vil meina það. Já, hvernig 100%. Þetta er orðið svona heilsuhlaðvarp hjá okkur. Já, við erum bara að rýbranda. Já. Sko, við til dæmis, við vitum að í ilmefnum eru efni sem að hafa áhrif á hormónastarfsemi. Ég hef sagt þér þetta og orðið er stólið úr mér. Hvað heitir hormónin? Estrogenhamlandi. Já. Þess að ef ég man rétt þá hermaðu eftir estrogeni. Okay. Og blekkja líka með þannig. Og það er einhver efni sem eru notuð í sumar ilmvörur til að láta ilminn endast lengur. Akkurat, og festast í fötunum þínum þannig að hann endist lengur. Er það notað í öllu þessu drasli? Er þetta mismunandi eftir? Það eru til sko svona leveli af framleiðslu? Það þú getur keyptir ilmkjarnaolíur til dæmis sem eru aðeins skárri. En svo er þetta bara svo rosalega mísandi eftir fólki. Og það sem ég langaði kannski aðeins að koma á framfæri, ástæðan fyrir ég vildi taka þetta upp í Trúnó, er sko að mér er almennt sama hvað fólk er að gera í sínu eigin lífi og heima hjá sér. Og það kom til góði póstur á Facebook sem fekk svona smá dreifingu daginn. Það er sko að þegar að þú ert að nota ilmstangir heima hjá þér eða á veitingastæðinu þínu með í verslunni þinni eða þegar þú ert að þvo fötið þín upp úr einhverju þvottaefni sem að angar þá getur verið að hafa áhrif á fólkið í kringu þig og það er alveg svona það eru ákveðnar, ég ætla kannski að leiða mér að segja ég var að segja kreðsur, það er stundum talað um að ilmefni séu bara svona næsta second hand smoking sem við munum sjá. Okay. Og ég get bara, þú veist, talað út frá mér og minni fjölskyldu að nú búum við á Tenerife og það er sko Spánverjar elska ilmefni en það er einhvern veginn svona við erum miklu meira úti þannig að það svona, hefur ekki eins mikil áhrif en að koma heim til dæmis og koma í jólaboð og fara í verslanir og svona þá verður maður svolítið svona overloaded eftir daginn og þú veist þetta festist í fötunum okkar, þú veist við þurfum að viðra og þvo þú veist þetta er vesen og já. Núna komstu í þess að 5 mínúna heimsóttu mín og sastu hliðan á ilmkerti sem var óvart en hefði reynda að vera svolítið fyndið eða öðru ílandi en þú veist, hafði það áhrif á þig eftir á? Eða þú veist, meðan varst hjá mér í 5 mínútur? Nei, það hafði ekki áhrif á mig þetta kerti. Ok. Það var ekki kveikt á því, en það Nei. Ég fann lyktina, ég var búin að segja það held ég fann lyktina og var svona spá en það var einhvern veginn svona fyrir aftan mig þannig að ég sá það aldrei Nei, það eitt og sér hafði ekki eyðilega jólin ekki fyrir þig. Þú eyðilegar ekki jólin fyrir mér. Nei, kannski næst. Þú voru að gera aðeins betur. Já. Já, þetta fengum eitthvað svona jólailmkerti ekki veist og vorum við kveikt á daginn og svo slökk og ég fatt þetta ekki. En það sem ég fatt ekki og þú þarft að útskýra fyrir mér og kannski fólki sem hlusta, ég veit það ekki
sko hvernig áhrif hefur þetta á ykkur? Þú ert að segja það, þú kemur að fyrir eitthvað jólaboð eða eitthvað búð og það er eitthvað, þú veist, það er eitthvað ilmstangir í eitthvað búð eða whatever. Hvað eru að tala um? Hvað finn ég? Já. Það er rosa misjandi þetta fólki. Ok. Og þess vegna er þetta kannski líka alltaf erfitt fyrir heilbrigðiskerfið, af því að, þú veist, einkennin er svo rosa víðtæk, en þú veist, ónæmislæknar segja forðastu að nota ilmefni og jari og svo framvegis. Þannig að þú veist, þekkingin er að einhverju leyti. Bara segja það við allt fólk? Eða er það mismunandi líka? Ég veit það ekki, en þú veist, þeir hafa, þú veist, það hefur ónæmislæknir sagt það við okkur, þú veist, vitandi okkar forsögu, og þú veist, og við vorum hjá hann út af einhverjum ónæmi og þú veist, og hann sagði bara, þú veist, þið vitið þetta væntanlega meðan við ykkar forsögu, en þú veist, þið forðist öll ilmsterk þvottaefni og þú veist, allt svoleiðis. En þú veist að spyrja, já, hvernig áhrif hefur þetta á okkur? Það er, þú veist, ef ég tala bara út frá mér, þá er það kannski einna helst ég fæði svona sviða í augun, stundum hausverk og svo bara svona þreytu. Þú veist, bara svona eins og ég sé búinn á því. Já. Sem svo bara rjátlar á manni þegar maður fær ferskt loft og svo framvegis, sko. Það getur verið mismundi. Dæti mín að fá mjög mikil ónæmisviðbrögð í andlitið. Þú veist, bara svona rauða kinnar og smá útbrot. Stundum svona, hvað ég segja, næstuð í svona hegðunarbreytandi áhrif. Það er bara svona mjög pirraðir í skapinu, vondar í skapinu. Og svo fúst fara þær í... Sem þú getur tengt við bara eitthvað, já. Absolutt. Það var út af ilmstönginni á blá blá. Algjörlega. Það finnst þú aldrei vera bara klikkaður? Jú, mjög oft. Þú veist, efastu aldrei, kannski er hún bara pirruð. Jú, alveg stundum, sko. En svo, þú veist, í hvert einasta skipti, þú veist, þá, ef það er skipt föt, færi styrtu og það bara, þú veist, nýtt líf, nýtt barn. Þannig, en jú, mér líður mjög eins og ég sé klikkaður. Fólki sem hefur veikst vegna myglu og talar um þessi umhverfis, það er oft talað um myglu og efnaóþol. Því líður mjög oft eins og það sé klikkað og það er mjög stimplað sem klikkað og bara gaslýst. Þú veist að það sé ekkert, þetta sé bara full og villis á kjaftaði. En þú veist, ég til dæmis bara sem dæmi hvað þetta er klikkað. Nú vorum við að koma frá Tenerife í heimsókn jólin og við tökum með okkur bara sængurnar okkar og rúmfötin og allt til Íslands. Nei. Jú. Bara ég get ekki sénsinn bara pakkað í bara loftþéttar umbúðir? Já, bróðin tösku og með til Íslands. Já. Annað dæmi, við fjölskyldan hittist alltaf á aðfangadag og fáum okkur möndlugraut. Ekki rísalamand, sko, heldur íslenskan grjónagraut með möndlu. Já, ok. Og ég sendi skilaboð á fjölskyldinu fjóra bræður sem eru töluvert, þrjá bræður, við erum fjórir, sem eru töluvert eldri en ég og eiga allir börn sem eiga maka og svona. Þannig að þú veist að sletta fólki að koma og ég sendi skilaboð bara svona sem dæmi hvað áhrif þetta hefur á lífið okkar. Ég sendi skilaboð á fjölskyldu tjattið, bara biðja fólk að geyma jólailvatnið þangað til eftir graut. Já. Og þú veist að þau virða það öll og bara frábært, þau reyndar nota sum en þá svolítið sterk þvottaefni en það er önnur saga. Hvað fleira? Já, bara alls konar svona klikkeitt, sko. Og svo annað myglan bara annað setjað út af fyrir sig, sko. Aðeins með ilmefnin, sko. Já. Af því að, sko, já, við erum, hvaða efni erum við að tala um? Við erum að tala um, sko, þú veist, augljóslega ilmvatn, augljóslega ilmstangir, ilmkerti, þvottaefni. Já. Er eitthvað meira? Já, örugglega, sko. Ekkert sem ég man eftir en ekkert svona sem þú ert að segja bara, herðu, getur þú sleppt í að, þú veist, gera þetta áður en við hittumst, af því að annars verður bara með hausverk og voðalegur. Nei, ekkert sem ég man eftir, sko. Okay. En þú veist, ég man til þess, þú veist, þegar ég var lítill, þá notuðu allir mýkingarefni. Já. Það er það ekki bara svolítið útdautt? Það er að deyja út. Já. En það er, já. En það er líka bara, þú veist, það er líka bara vont fyrir umhverfið. Já, einmitt. Þú veist, og eins og að þú minnst á sko ylvatn og rakspýra, það veit enginn hvað er í þessu. Það er atvinnulindamál, hvað er í rakspýrum og ylvatni. Já.
þú getur ekki farið á neti og fundið út hver innihaldsefnin í, þú veist, það eitthvað alkohól og eitthvað en svo það bara top secret sko. Okay. Já. En mun, þú veist, að því að núna ég svo snobbaður sko. Og til dæmis þetta ilmkerti sem við fengum það rosa fínt merki og þú veist, þetta bara þetta allt of, ég veit að ég fekk þetta gefið sko, en ég veit þetta allt of dýrt til að vera bara eitthvað sem þú kveikir í og svo bara búið, skilur það bara fáraleg pæling en sko, vitið þið að því að nú eru þið búin að hvað að segja, lifa og hrærast í þessu þú veist, er munur á því að umgangast high-end ilmkerti eða ilmstangir á ódýrasta skyndibitastaðnum sem þú labba fram hjá, skilur þú veist, bara eitthvað svona mjög ódýru eða er sama drast í þessu? Ekkert sem ég hef fundið sko. Finnur enga mun? Nei. Okay. Nei. Þannig að þetta er eitthvað universalt sem er notað í ilm. Já, eða bara þú veist eða mismunandi efni sem að hafa alls konar óæskileg áhrif. Ég ætlaði líka að koma að það sko, að því þú varst að spyrja þú veist, hvort ég haldi þetta hafa áhrif á alla. Já. Og ég er bara eiginlega viss það sko. Veist, það er alls konar fólk sem er kannski rosótt þreytt eða rosótt með hausverk eða alltaf með einhver útbrot eða þú veist og fyrir mér, þú veist, þá ég ætla ekki að alhæfa eða gaslýsa fólk en mjög oft er ég alveg vissum að það er annarkvort býr í miklu húsnæði, vinnur í miklu húsnæði eða, þú veist, notar rosa mikið þvottaefni sem að heitir samanafni og hafmeyja í einni Disney sögu. Já, einmitt. Ég þóri ekki að nefna henni nöfn sko, getur einhverjum málsókn og eitthvað svona vesinn sko. Við munum allir eftir henni Lenor hafmeyjunni. Já. Einmitt. En sko þannig að svona, hvað ég segja ykkar svona hvað ég segja breytingar sem þið gerðuð frá fyrra lífi er basically bara þið notið þvottaefni sem er ekki með ilmefnum þið notið örgulega ekki ilmkerti, ilmstangir eða annað þið that's it Já, nei, það var ekki bara þú veist, ég er búin að segja hvernig við ferðum til dæmis með allt rasli með okkur Af hverju er það? Það er bara, ok Er það mikluhræðslan eða er það ilmhræðslan? Bæði Bæði Fari að ferðast til dæmis getur verið, þú veist, við erum bara svona til dæmis nýfærin að þóra að ferðast að einhverju ráði Við ferðumst reyndar sumarið eftir að við lentum í þessu öllu þá fórum við í tjald útilegur, hringir kringum Ísland Það var geggjað Það er ekki mikla þar nema bara, þú veist, í svona náttúruleg Bara alvöru sveppi? Já, bara, þú veist, já Sveppi sem mega vera og mikla í, sko, í sínu náttúrulega umhverfi, þú veist, bara út í náttúrunni ekki í einhverju svona manngerðri steypu og einhverju svona málingu og svona eiturdrasli það spila líka saman þú veist hvað það er sem er að mikla Ég var að fara eitthvað með þessu Þú veist með einhverja spurningu Ég er með hellingarspurningu Já Það taka næstu og svo manstu þetta bara eftir Já Sko, af hverju er allt mikla á Íslandi? Þetta er alveg svona, þú veist, ef þú berð þetta saman við önnur lönd, skilur, við hljótum að vera bara okkur fáránlega stað, er það bara af því að við erum svo mikið að uppgöta hvað allt er mikla hjá okkur? Ég veit ekki hvort það er af því að við erum að uppgöta það eða af því að, þú veist, hinn er ekki búin að uppgöta það Nú bý ég í öðru landi og, nú man ég hvað ætlaði að segja Ég bý í öðru landi og, þú veist, ég hef svona aðeins komið inn á þetta við, þú veist, sumt af fólki sem ég er að kynnast þarna úti og svona, já, einmitt, já, neini, það er engin mikla hér og ég er alltaf bara, jú, það er alveg það er víst mikla hér Þú fundið það? Já En það var það sem ég ætlaði að segja, sko, að þið vorst að spyrja, þú veist, hvernig áhrif þetta hefur á líf okkar Þú veist, við, þú veist, að við erum að skoða íbúð á leigusíðum á Tenerife þú veist, þá skoða ég ekkert hvað sem er þú veist, og við þurfum að skoða rosa vel við erum búin að gera þau mistök einu sinni á Tenerife að taka íbúð sem okkur leist ágætlega á en skoðum ekki nógu vel og svo bara, þú veist, erum við flutt inn en þú veist, hún var með húsgögnum og öllu og við erum flutt inn og svo bara fyrir 8 gráði, hún er bara, þú veist, það er mikil lengstaður við erum búin að ná þanniglega séð
það góðri heilsu aftur að þú veist, við þurftum ekki að farga öllu aftur. Skilurðu, við bara, þú veist bara ok, þetta herbergi augljóslega ekki í lagi, þú veist, það er eitthvað hérna í gangi þessu herbergi, þannig við bara lokuðum því og það bara fór enginn inn í það herbergi og svo bara unnum við því að koma okkur út úr þeirri íbúð og enduðum í nýbyggingu. Þannig að það er allavega ekki ennþá komin mikla þar. Sama með, þú veist, að koma stelpunum okkar í skóla, þú veist, það er alveg vettvangsferð að fá að skoða skólan, þú veist, hvort það sé mögulega einhver miklaðar og svo framvegis. Og eins að fara í sko ferðalag, nú er hérna stefnir fjölskyldan mín, þessi umtalaða sem ég talaði áðan, á að fara öll saman erlendis í sumar og þú veist, það er alveg svona researchvinna, þú veist, að skoða, þú veist, reyna, þú veist, og senda skilaboð og útskýra stöðuna. Þið verðum með nýjar sængur fyrir þau öll sem þið ferðist með? Nei, já, örugglega. Það er svona sængurgjöf. Það sem ég var að fara með áðan sko, með spurninguna Ísland sko, er að ég sko, þetta var svona tilgáta frá iðnaðarmanni sem var sko að hérna við byggjum allt svo að því við náttúrulega búum á þessu landi byggjum allt svo sko fáránlega loftþétt og bara, þú veist, við erum bara inn í kubbanum okkar og það er allt bara, þú veist, ef þú berða bara saman, þú veist, ég bjó í húsi þegar ég var í Bandaríkjunum, skilur, það bara, ef það var hvasst, þá bara fann maður það inni. Kvein í húsinu. Það kvein í húsinu og það skelltust hurðir. Og hérna, þú veist, að því að það bara blés í gegn, skilur, það bara byggt 1829 eða eitthvað glórulegst. Það er helviti snúið að held ég, vitandi ekki meira myglu en þetta, en það er heldur snúið að koma upp myglu þar versus ykkur þar sem að í rauninni, bara því að nú búið við félagandir hérna, Steini og ég í sama húsi sem er svo fárlega fyndið, en allavega að hérna, pældi í líkonum á þessu hvað er þetta glórulegt sko. En hérna og þá fáum við svona sérst að því við erum fyrstu eigendur á íbúðun okkar fáum við svona gæt og í gætinu var bara, þú veist, passiði að hafa alltaf gegnum trekk, alltaf opið í gegn, þannig að það streymi alltaf loftum. Þetta er greinilega eitthvað sem þeir átt að segja á því að heyrðu, fólk er ekkert að gera þetta, það er bara allt lokað og svo bara fer hún hérna Jóna í sturtu og það er bara allt lokað og það er bara raki og þú veist að loft er ekkert í gegn og þetta hljóta að vera kjöraðstæður til þess að byggja upp myglu. Algjörlega, þetta eru kjöraðstæður. En svo, þú veist, svo leka líka bara hús og gluggar og þú veist, það var til eitthvað hérna sem að hét rannsóknarmiðstöð byggingariðnaðarins það sem var verið bara, þú veist, það var bara verið að gera rannsóknir á, þú veist, alls konar gluggum og það var búin til svona slagviðris klefi þar sem voru bara gluggar settir inn í og þeir voru bara í slagviðri í bara, þú veist, mánuð eða eitthvað og það var bara verið að skoða bara Við köllum það nú febrúar hérna einmitt, þú veist, það veitir ekkert að því að rannsaka þetta hérna en rannsóknarmiðstöð byggingariðnaðarins var lögð niður af hérna af því að kom mygla í húsnæðið já, sennilegast nei, bara svona niðurskurður og hérna, það var hérna ákveðin stjórnmálaflokkur sem að vildi ekki hafa þetta eitthvað nota hérna eitthvað meira svona einkaframtæki og eitthvað svona veita styrki og svona en ég meina þar til dæmis var verið að skoða gifsplötur og kom í ljós að ef ég man rétt að sú gifsplata sem að myglaði hraðast var mygluþolna gifsplatan og það var líka hættulegasta myglan sem óx í þeirri gifsplötu frábær hugmynd og hún er sennilega mest notaða gifsplatan örugglega sko örugglega en þú veist ég kann ekki að skýra það sko sem fólk segir að Íslendingar bara kunni ekki að byggja hús fyrir íslenskar aðstæður ég held að það sé margt til í því ég held til dæmis að við byggjum of mikið af húsum með flötum þökum mér finnst það ekkit sérlega góð hugmynd á Íslandi sko já, ég held að það sé hluti á ástæðunni loftþéttni getur líka verið hluti á ástæðunni en það er líka það sem að fólk heyrir oft þegar það er svona uppgötvað það er mikla já, þú eru bara að vera duglegur að opna glugga og lofta út og svona, þá miklar ekkert í þér sem að getur alveg verið tilfelli stundum en alls ekki alltaf ef að glugginn hjá þig lekur þá
gerir ekkit endilega mikið gagna að lofta, þú veist, ef að það er vatn að leka einhverstað með frá veggjum og svo framvegis eins með baðherbyggi, þú veist, ef að lagnir eru, eða er ekki rétt gengi frá lögnum og það bara lekur inn í vegg, þá er það ekkert sem einhver loftun er að fara að bjarga þeir sko. En jú, vissulega það, þú veist, það þarf að hús þurfa að anda. Já, þetta er náttúrulega glórulaust sko, bara, þú veist að manni finnst bara þess að vera að rífa hérna þriðja hvert skóla og einhver, þú veist, bara stærðarinnar hús sem er ekkert búin að vera hérna svakalega lengi. Einmitt. Og það er alltaf einhverja svona opinbera byggingar. Það er ekkert bara eitthvað, herðu, já, það var að vera að rífa hérna Æsufell 5, eitthvað, þú veist. Einmitt. Það er ekkert þannig, það er ekkert bara þessi blokk var rifin út af miklu, en það er ekkert sem að, þú veist, hvað að segja, það er ekkert eitthvað svona meiri líkur á að, hvað var þetta, Íslandsbankahúsið á hérna Sæbrautinni, það er ekkert meiri líkur á að það sé miklað heldur en random blokk í Garðabæ. Nei. Ekkert endilega, ég meina, þú veist, þannig að kannski fer bara eftir hvað að segja, hönnun og byggingu og viðhaldi. Já, ég meina, að þú veist, það þarf líka að halda húsum við. Já, ég meina, þetta segir okkur samt að það út frá þessum með skólahúsnæði, opinberhúsnæði og fyrirtækjahúsnæði, það segir okkur að það sé hellingur af íbúðahúsnæði sem að ætti í rauninni að rífa samkvæmt tölfræðinni, sko. Absolutt. Og það er fullt af fólki sem að býr í miklu húsnæði. Það er fullt af fólki sem býr í miklu húsnæði og veit það en kannski kemst ekki út bara af fjárhagslegum ástæðum. Hvernig eru tryggingar hann? Bara ekkert sko. Það er svoleiðis. Ekkert. Já, einhvern tímann heyrði ég sko að því að mygla er ekki svona skyndilegur váatburður. Þess vegna sé hann ekki tryggð sko, að þetta sé, þú veist, þetta er ekki, þú veist, kviknar ekki alltaf eða lekur ekki alltaf inn í vatni eða eitthvað slags, þetta er eitthvað sem gerist á löngum tíma. Einhvern tímann heyrði ég líka að tryggingafélögin bara þori ekki að tryggja vegna myglutjóns, af því að það, þú veist, það sé bara of mikið. Of mikil spaki. Já, en það er líka, þú veist, og ég skil það alveg, það er erfitt, þú veist, að meta hvort að, þú veist, hvernig ætlar að meta hvort einhver sófi sem er bara lítur vel út, en þú veist, ef að ég sest í hann þá bara verð ég veikur en ef þú sest í hann þú veist, bara allt í lagi. Já. Er þá sófinn allt í lagi? Eða ekki? Einmitt. Þannig að ég skil það alveg. Ég skil það alveg að tryggingafélögin kannski einhverju leiti þori ekki eða vil ekki eða ég er erfitt með að tryggja þetta, en það er ekkert sem að grípur sko. Nei, ég veit ekki hvort ég þarf að segja, ég vil stundum hugsa sko, að það hefði verið betra að kveikja í íbúðinu bara. Já, fara allavega út úr því. Það ekki verið að gefa fólk einhverju hugmyndir sko. Nei, bara ekki vísa á tvo kalla, en alls ekki. Endilega kveikið þið samt í þessu. Já. Herru, ég var að fara í hlustandan. Er það komið að því? Já, nefnum sérst með eitthvað sem þú veist að brenna inni með. Brenna inni með. Já. Þú komið með pókan. Sko, ég kom með pókan. Ég ætla að slá eitt svona smá fyrirvara. Og hann er að, sko, ef ég dreg miða, sem er bara svona eitthvað algjörlega bara miðaður við að þetta sé Þorsteinn eða ég og Þorsteinn, þá ætla ég að draga hann. En það er bara ef það er alveg svona beinlínis. En er tíminn byrjaði núna? Já, við erum að falla á tíma hérna. Herðu, anskotin. Það stendur hérna með ykkur og konunum ykkar, þannig að það hlýtur að vera áætlað hérna við. Herðu, anskotin. Við þurfum að skipuleggja barnaafmæli frá A til Ö. Þessi tími er hættur að ganga hérna, ekki? Já, þá fáum við bara aðeins meiri tíma. Sko, hérna stendur skipuleggja barnaafmæli frá A til Ö. Íris Dögg. Takk fyrir þetta, Íris Dögg. Ég til í þetta. Þetta höfum við náttúrulega gert. Þetta er sko, alveg með á hreinu sko. Höfum við gert þetta eða höfum við bara verið á hliðalínni? Það er alltaf stóra spurning. Mjög mikið á hliðalínni á mér.
alveg bara, en ég er peppari. Já. Ég er svona áfram. Já, sækja kökuna og ég er á... Nei, það þarf ákveða fyrst stástund. Já. Hvar og hvenær. Og láta vita. Já. Og það þarf að bjóða fólki. Ákveða hverju má bjóða. Ætlum við að hafa, ætlum við að leyfa barninu að vera með í því, ætlum við að bjóða, það er alltaf svona reglur, annarkvort er öllum boðið að bara einhverjum ákveðnum eða eitthvað svoleiðis, eða ekki? Jú. Og svo þarf að ákveða hvað á að vera... Og það er alltaf svona, það kemur í hollum, sko. Þetta er kannski meira við brúköp. Já. Ef þú býðir þessum, já. Þá þarfstu líka að bjóða þessum og þessum og þessum og þessum. Já. Þannig að stundum ertu köttaður út. Já, það bara... Við vildum alveg fá þig, sko, en þú varst köttaður út af því ég gæti ekki búið Rósfrængu, sko. Ég skil. Af því ég þurfti að bjóða henni líka ef þú ert. Já, þá hafði öll sískinaböndin þurfti að koma, þannig að þú... við nennum því ekki, þannig að þú ert ekki búið. Ég skil. Einmitt, sko. Sko, fyrst af skref er náttúrulega bara hvað erum við að tala um? Erum við að tala um, sko, það stendur barnaafmæli. Já, ertu að spá hvað barnið er gamalt? Nei, ég held, sko, það sem ég er að hugsa, við erum ekki, annars vegar erum við með fjölskylduafmæli og hins vegar erum við með, sko, afmæli sem er bara fyrir krakkana. Já, bara barnaafmæli, sko. Er þetta ekki þannig? Við erum það, sko. Ok, þannig að þá verður að bjóða öllum í bekknum eða öllum í skólanum eða leikskóla á deildinni eða eitthvað slir. Ok, þá eru ekkert mikið að pæla í hverjum þarf að bjóða, það er bara að bjóða öllum. Það er bara að bjóða öllum, sko, öllum. Og það þurfa að vera veitingar. Já. Og þá kemur nefnilega sem að, sko, sem er svolítið, sem er rosa mikið, ég fekk ekki bannorð, þannig ég má segja að það er rosa mikið þriðavaktin, mentalót. Já. Það er, sko, að hugsa um, sko, ónæmin og sérþarfinnar. Já. Þú veist, það er einhver börn með ónæmi. Segja öllum að þessi banna að koma með barnaílvatn. Já, til dæmis. Já. Það er þing á Spáni bæði við. Það er bara barnaílvatn. Já, ok. En það er ennumlega. Já, en þú veist, það er kannski einhver með hnetuónæmi eða mjólkuróþol eða eggjaónæmi og svo er einhver börn, vegan, borðið ekki, þú veist, laktósóþol, kannski glúten, celiak. Við þurfum að hugsa fyrir þessu, sko. Það þarf að vera eitthvað í búið fyrir allavega, eitthvað smá fyrir alla. Ég held það, sko. Ok. Þannig að svo þarf, það er veitingar og drykkir. Svo þarf að plana eitthvað, sko. Já. Það þarf að vera eitthvað svona, einhverju leikir eða eitthvað svona í búið, sko. Já. Sem það þarf að hugsa fyrir hún. Höfum við ekki bara pakaleika það? Jú, við, sko, þegar að stelpa mín varð 6 ára. Já. Þá buðum við í barnaafmæli og við buðum öllum stelpunum í bekknum og við hugsaðum bara algjörlega bara blá, sko. Við höfum þetta bara heima, það ekki? Jú, þetta er ekkert mál. Þetta er bara einhverju 10 stelpur. Það er ekkert mál. Og hún á afmæli í september, sko, þannig að þetta var fyrsta afmælið sem var haldið í bekknum. Bekknum, já, bara í fyrsta bekk. Og bara heima í okkur og bara kaka og allt var svo flott. Ég hef aldrei verið jafn uppgefin eftir þessa 2 klukkutíma á ævinni. Þú er ekki haldið annað barnaafmæli síðan? Nei. Sko, næsta barnaafmæli hennar var haldið í íþróttahúsi og það var út af þessu, sko. Þetta var sturlun. Það er bara alveg bara það mistu sig, sko. Mín, sko, þegar við byggum hér heima þá voru mínar í Valdorf leikskóla og það er alltaf bara öllir deildinni boðið og foreldrar með og það voru bara, ég hlakkaði alltaf til þess að fara í afmæli. Það var bara góð stemming. Bara fóreldrarnir að fá sér kaffi saman og krakkarnir að leika og það var ekki svona sturlun, sko. Okay. Það var bara kósí, sko. Já. Ég fór í barnaafmælinn daginn með strákinn minn og þá var ég einmitt, ég vissi ekki, sko, er ég að fara að skilja hann eftir eða er ég að fara að vera með allan tíman? Þegar það er ekki tekið fram, sko. Nei. Svo mæti ég og ég sé bara, ég er ekkert að fara, ég er bara að vera hérna, sko. Og þá er íþróttahúsi. Ég held að það sé svolítið lykillinn. Á íþróttahús. Ekki hafa þetta heima í það. Þannig að við ætlum að plana það. Við ætlum að hafa þetta í eitthvað staðar annars staðar. Við ætlum að passa að veitinga fyrir alla. Já. Við ætlum að passa að hafa einhverja leiki. Já. Þarf að plana eitthvað meira. Svo fer þetta bara eins og að fer. Krakkar eru náttúrulega sturlaðir. Já. Flestir. Og sérstaklega í hóp. Já. Ég held að sé að verða komið, sko. Pottið að gleyma einhverju svona. Það er rosa gott að
Já, sérstaklega ef þetta haldið í ykkur svona íþróttas eða eitthvað svona, það rosa gott að senda með búðinu sko hvar á að labba inn og svona, Já. mér finnst ég stundum vera eitthvað pínu lost í því, Já. hvað á maður að mæta og Já. bla, bla. Já, Þannig að góðar leiðbendingar, góða veitingar, góða leiki, já. mun að bjóða krökkum, Ég myndi segja gott kaffi sko, en þú drekkur ekki kaffi, þannig að, svona fyrir fóldrana, já, ekki krakkana kannski, nei, nei, það mitt, ekki fyrir þau eru kannski komin í svona 8. bekk. já, svoleiðis. 7. Já, ok, Ég held að séum góður sko, það er ekki. Vá, því tímasetning. takk fyrir það. Ha, Þetta voru undar örugglega þetta svona, var þetta rosalega. voru örugglega svona 7 mínútur af því ég ítti á vilja sem takka Já, og svo fórst í ruggla Hlustendur geta þess að spóla tilbaka Geta bara og mælt tekið tíman hvað ef það að var gott, hvað það var lengi En þessir. herðu, Gísli Björgvin Já, Takk æðislega fyrir komuna og hérna, var nú gaman að ná þér með að þú ert á landinu já, takk fyrir að bjóða mér. Svo þú ert að fljúga bara á morgun Já, bara í fyrramálið. Ekki að fljúga sjálfur reyndar Nei, ekki þetta skiti. Ekki að ekki Nei. Það er annar kollegi en að Það er einhver kollegi sem Já. að flýgur okkur. Já. Hvað myndið þið gera ef þið fengið ekki töskunar ykkar? Af því að sængunar ykkar eru í þeim Já, einmitt. Það væri, já, nei sko, það gæti orðið vesinn að því að ég kannski tók það ekki fram áðan en þú veist, sængurnar okkar eru bara heima. Þetta er ferðasettið. En Tengdó er að koma með okkur út þannig að þau væri sængurlaus ef að sængin okkar kem ekki Já. en þá myndi ég sennilegast bara fara í Jysk Jísku sem að ég er á Tenerife. Jaha, Já. heitir ekki rúmfattalægina þar? Nei. Nú, ok Það heitir ekki rúmfattalægina þar. Nei. Breyttu nafn hann í Heitir bara Sengetóisle. Já. Og hérna myndi bara að kaupa nýjar sængur sko. Getur þetta ekki farið í hvaða rúmfattalægarsbúð sem er Ekki þess að mikluðu ekki þess að miklu sko. En þú veist, við rættum því alveg Ok. það er ekki laugardagur á morgun þegar Jú, jú. já, hjá Já. okkur Jú. ekki í framtíðinni þá Nei, er opið í rúmfattalægarinu sko. Já. ekki á sundaginn, það er allt lokað á sundaginn á Spáni. Já, er það? Já. Já, ok Bara, bara, getur ekki einu sinni pantaði pítsu eða? jú, Ok. en þú veist, þú fer ekki í búð Fara ekki í Jísk nei, þú fer ekki í Jysk Nei. eða IKEA eða neitt Ok. svolítið sko. Nei. það er ekki, Það er ekki sama síðleysið og hér heima nei, Nei. nei þú gerir það ekki, Nei. Nei. Herðu þú eru bara að vera vel skiplaður Já. og hérna passa að fara í búð alla aðra daga heldur en á sunnudum þá fyrir bara að leika þér, hafa gaman. Þú þarft kannski ekki að fara í búð alla aðra dagar samt Nei, Bara suma já, bara suma Já, já, ok bara kannski laugadeginu til dæmis